Hjálparstarfskirkjan var stofnað 1970. Þannig að við erum að fagna 50 ára afmæli þessar mundir. Héðan erum við með mjög fjölbreytt starf. Við erum með skrifstofu í Reykjavík. Þar eru 3 félagsráðgjafar sem að sinna innanlandsstarfinu og síðan fræðslufulltrúi, upplýsingafulltrúi, bílstjóri og skrifstofumanneskja og svo ég framkvæmdastjóri. Við erum að aðstoða fólk alls staðar á landinu, hvar sem það býr, á öllum aldri. Þetta getur verið tengt því að fólk nær ekki endum saman, á ekki fyrir matjafnvel í lok mánaðarins, þá þetta að fá inneignarkort í matvöruverslanir. Hjálparstarfskirkjunnar ekki með trúboð. Það bara að hugsa hvar getum við hjálpað. Þegar að við metum þörfina fyrir aðstoð, þá skipta trúarbrögð þess sem að við viljum aðstoða engu máli. Og sem prestur finnst mér þetta líka svo dásamlegt að því að 2000 vers í biblíunni af 30.000 snúast það að hjálpa þeim sem minna mega sín. En það ekki verið að spyrja hver kynhneigðin, hver trúin, hjálpaðu bara þeim sem þarf á því að halda. Við hjálpum fólki þar sem þörfin fyrir aðstoði mest. Við erum komið 500 kall. Það voru allir svo jákvæðir. Þegar við vorum búin að segja, af hverju vorum að gera þetta og skildi fólk það, fannst þetta bara mjög, flott hjá okkur og þá náttúrulega fannst okkur þetta bara svo gaman að þetta var ekkert mál. Já, eiginlega bara það. Við erum að fara að safna pening fyrir hjálparstarfskirkjunnar. Er ég gaman? Jú. Var þetta í Vestmannaeyjum? Þú veist, þó kannski fyrirfram væri það ekkert skemmtilegt að ganga í hús og biðja pening, en út af þau vita hvað það gerir mikið gagn og hvað í rauninni kannski 1.000 kall eða 1.500 kall getur nýst ótrúlega vel að þá hafa þau gaman að þessu. Það skiptir máli að fara mjög vel með fjármunina og við tryggjum það með því að fylgja þessum faglegu reglum og vera hluti af alþjóðlegum samtökum sem að samþykkja ekkert nema 100% góð vinnubrögð. Í Eþíópíu erum við að vinna í fylki sem heitir Sómalí-fylki og það eitt af 4 fátækustu fylkjum í Eþíópíu og við erum að vinna í héraði sem heitir Djidjiga. Ég var svo heppinn að fá að fara til Afríku og til Eþíópíu svona rótari. Ég þekki kvikmyndatökumanninn og það þarf ýmislegt til að hjálpa við. Það þarf að halda á ljósunum og það þarf að muna eftir öllum snúrunum og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég vissi eiginlega ekki neitt Eþíópíu. Jú, ég vissi að þeir eru með einhverja bestu langhlaupara sem að þú finnur. Ég vissi hvernig fáninn þeirra er á litinn og að höfuðborgin heitir Addis Ababa. Því að ég vissi svona lítið Eþíópíu, þá var svo gaman að fá að koma þarna út með fólki sem hafa bæði reynslu, þekkingu og menntun í því hvernig gerum við það mesta úr peningunum. Þegar verkefni byrjaði 2007 þurfti að ráða starfsfólk og það allt saman innlendir aðilar sem að stýra verkefninu frá skrifstofu í Djidjiga bæ og síðan verkefnið Djidjiga hérað en þess að það eru mörg svæði þar sem að vantar vatn. Þannig að þegar við höfum hjálpað fólkinu á stað og við getum fylgt verkefninu eftir þar en höfum peninga til að byrja annars staðar, þá gerum við það. Þannig að smám saman að þá dekkum við allt svæðið. Og maður gat séð skýrslu, þetta eru peningarnir sem við fengum, hvernig notum við það. Og svo sett markmið, þetta ætlum við að reyna að gera, 92% af markmiðunum hafa náðst. Þannig að þegar við komum á svæðið, þá á fólkið ekki neitt. Vatnið upphaf alls, ef þú hefur ekki vatn, hvað hefur þá? Það ekkert sem að líkaminn getur verið skemur án heldur en vatn. Því annars bara lifum við ekki. Eitt af því fyrsta sem ég gerði í dag var að skrúa frá krananum og þvo mér í framan og bursta tennurnar úr hreinu tæru vatni. Sumir, þeir vakna á morgnana og langa líka til að fá sér hreint vatn og þrífa tennurnar en þeir kannski fara í brúsa með brúnu vatni af því það eina vatni sem til Það var kannski sótt daginn áður, gengið í marga klukkutíma að sækja það en það brúnt og skítugt. Og ekki bara drullupollur eins og við þekkjum á Íslandi, þetta líka það sem að dýrin koma til að fá vatn og skilja svo eftir sig skít sem að rennur út í vatni og þetta var svona drullupollur með skít. Og dýrin, þau náttúrulega hugsa ekkert það hvar þau ganga örna sinna og fólki drekkur sauðmengað vatnið og þegar það langt í sjúkrahús, þá lífið erfitt. Ég veit ekki hvort þú getur hugsað að taka brúnt vatn og fá þér smá sopa og busta svo tennurnar. Ég held ekki. En það það sem að margir þurfa að gera þangað til brunnurinn eða vatnsþróun komin. Við stefnum alltaf að því að hjálpa til sjálfshjálpar. Þannig að fólki vinnur í raun og veru vinnuna sjálft. Við komum til hjálpar þar sem að þau hafa ekki tól og tæki eða peninga
sem vantar til þess að fara af stað með eitthvað. Og að hjálpa einhverjum til að hjálpa sjálfum sér kannski mikilvægasta sem við gerum í hjálparstarfi. Í verkefnum okkar þá byrjum við ekki á því að segja að við ætlum að útvega ykkur þetta eða gera þetta eða hitt fyrir ykkur. Þetta spyrjum við fólkið, hvað vantar ykkur helst? Hvernig er forgangsröðin hjá ykkur? Hér í Djidjika-héraði sjáum við dæmi það, þar sem að fólk hefur sagt, við viljum brunn. Og þá er það fólki sem að vinna vinnuna og byrjar á að grafa hóluna eins og við sjáum hér. Og síðan er það við sem að komum til þegar vantar eitthvað upp á, eins og kannski pumpuna, að loka hólunni með steypu, þá komum við inn og útvegum það sem upp á vantar. Varðandi sjálfbærnina, þá höfum við því miður mörg dæmi þar sem að utanaðkomandi aðilar hafa komið með tæki og verkfæri og grafið brunn og fólkið fær sér vatn brunnunum en enginn spáir í hvernig á að halda brunnunu við, enginn gengur mjög vel brunnin, þetta bara þeir kom bara aftur ef brunnurinn bilar og þá er lítil not af brunnunum kannski eftir 1, 2, 3 ár þegar eitthvað bilar. Í neyðaraðstoð þá stundu þarf að senda bara 10 tonna frískrjónum en þess að það er þá fólk á svæði þar sem að það er engin matur og það getur ekki bjargað sér sjálf. Það verður bara að fá mat og þá sendur þeim 10 tonn af frískrjónum og það getur borðað það þangað til það klárast. Þannig getur þú samt ekki unni hjálpastarf. Því að hjálpastarfið, það á að duga til lengri tíma. Þannig að það er mjög mikilvægt að gera ekki þetta, ekki koma með þyrlu og styrta einhverju niður og skilja eftir og hverfa svo á braut og ætla svo til að eitthvað gerist að sjálfa sér. Það verður að hafa fólki með í því sem er verið að gera og fólkið vill gera það sem það getur gert. Þá komið þekking. Svo viljum við að þau taki yfir og sjá viðhald og við förum á næsta svæði og annað svæði og gerum það sama þar. Og þannig verður verkefnið sjálfbært og það er sjálfshjálp. Þegar að við þurfum ekki lengur að koma inn. Við erum búin að skipta bænum upp í svona hverfi, þannig að það tekur engin sömu götu. Þau fara alltaf 2 og 2 saman eða fleiri og það skiptir miklu máli að þau passa sig. Og við leggjum líka mikla áherslu á þessu kurteis. Við vorum að safna pening fyrir fólk í Afríku. Ef fólk er ekki heima þá setjum við svona í lúguna. Hundur er bara gert á okkur. Það var svo jákvæð viðbrögð. Var betra bara að læsta að hafa pósa? Og maður sá miklu þurrari og svona erfiðari jarðveg heldur en maður sér á Íslandi og svona grænt gras eins og við þekkjum það sá maður ekki. Það er mjög langt að fara þar sem vatn er, stórt svæði sem er mjög þurrt og þar reisum við vatnstrær sem eru svona eins og stóra sundlauga sem að safna rigningavatni. Þannig að það er mjög mikilvægt að safna rigningavatni þegar það rignir. Þá rignir mikið og þá fyllast þessar vatnstrær, þessar sundlaugar og þá hefur fólk aðgang að vatni í marga mánuði á ári nær sér. Þegar að rigningatíminn er búinn, þá náttúrulega kemur ekki meiri rigning í vatnsstrána í nokkra mánuði, en þá eru líka tröppur sem að ná alla leið niður í botn. Þannig að fólk fer alltaf neðar og neðar til að sækja vatnið. Fólki sjálft að útvegar ákveðnar jurtir sem að mynda svona græna slíkju yfir vatnsstræðnar. Það virkar frekar ógeðslegt, en þetta er mjög sniðugt vegna þess að þessi græna jurt, hún breytir ekki miklu gagnvart vatninu nema að hún kemur í veg fyrir uppgufun og heldur moskítóflugunum frá. Svo þegar fólk kemur til að fá sér vatn, þá ýtir það bara þessari jurt í burtu og fær sér vatn undir og fer með í brúsa heim. En í verkefninu er mjög margt annað, stundum er hægt að grafa brunna. Og nú erum við komin hingað aftur ári síðar og komið með mér og sjáu þið hvað er hér. Hér er komin þessi frábæri brunnur með hreinu tæru vatni sem að samfélagi hér í kring getur notað. Svo var það þessi unga stelpa sem við kynntumst. Hún var með bróðir sinn á bakinu. Hún sagði oft þurfti hún að ganga með hann til þess að sækja vatn. Og hversu lengi? Í 3 klukkustundir aðra leiðina. Þetta var á verkefnasvæði sem við vorum að byrja að vinna. Við vorum eiginlega í rauninni að meta aðstæður ennþá, hver þörfin var á svæðinu. Þessi litla stúlka með barnið á bakinu,
Hún dæmi stöðu stúlkna. Þær hafa alls konar skyldur, þær eiga að sækja vatn og þær komast ekkert undan þessum skyldum. Og kannski það að fara í hálfgerðan drullupoll að sækja óheilbrigt vatn. Og hugsa þér, ef þú getur á hverjum einasta degi sparaðir 5 til 6 klukkutíma sem þú hefur alltaf notað til að labba. En þessari stelpu dreymdi ekki fyrst og fremst hreint vatn. Hennar stærsti draumur var að fá að fara í skóla. Ef að stelpan þarf að fara langa leiðir að sækja vatn, þá verður hún að sinna því í marga klukkutíma. Þegar hún kemur tilbaka, þá skólinn bara búinn. Þannig að vatnið ekki bara betri heilsa og betra vatn, heldur möguleiki til að fara í skóla. Það skiptir svo sannarlega máli þó maður getur ekki hjálpa nema einu. Og líka bara að muna að margt smátt gerir eitt stórt. Já, klálega. Það alltaf nokkur 100.000 sem safnast á hverju ári. Eins og til dæmis í fyrra, þá söfnuðust 300.000. Endilega takk vel af út í fermingabörnum. Og ein skemmtilegasta sagan sem við upplifum var þessi kona sem fékk bara lán. Örlán það kallað, þetta ekki há upphæð, 18.000 krónur. Í Djidjiga það þannig að karlarnir hafa mun meiri völd en konur og það eru þeir sem taka ákvarðanir. Konurnar sjá uppeldi barnanna, þær sjá að elda og halda heimili. Konurnar vinna flest verk og þær fá ekkert endilega einu sinni þakklæti fyrir og alls ekki borga fyrir. En Mariam, hún sem sagt frábært dæmi hvernig verkefnið getur borið árangur. En hún fann oft fyrir því að ég hefði viljað geta gert þetta fyrir börnin mín. Ég hefði viljað hafa pening til að kaupa meiri föt eða styðja þau betur í skóla eða eitthvað þannig, en hún hafði ekki tækifæri til þess því að hún hafði ekki yfirráði við neinum fjármunum. Hún var með þeim fyrstu sem fékk örlán sem við köllum og byrjaði með litla búð og að því hún ofsalega dugleg og þá gekk þetta svo vel. Waxaan ku farxay inuu fiican yahay oo tababarkani anigana dantayda yahay waan ku baraarugayaa maskaxdaydani ay shaqaynayso wixii hore hadee fadhigii hore fadhiyay aan ka baraarugayay oon hawl qabsanayo markii lacagtii la siiyay ayaan ku shaqeeyay markaan ku shaqeeyay baan siiyay geel baa siiyay dumarka xidhanaya. Frá því hún fékk þetta lán hafði hún lagt hart að sér í skólanum. Hún hafði alltaf hugsað ég ætla og ég skal. Hún hafði náð þeim árangri að frá því að fá 18.000 króna lán þá var hún komið fólk í vinnu til sín. Hún átti úlfalda sem eru ótrúlega mikilvæg dýr á þessum stað og mér þótti sérstaklega skemmtilegt að hún var meira sem farin að selja sólarrafhlöðu tæki. Og það veit ég eftir þessa ferð að það nóg af sól í Afríku. Geeli hadda wixii taagan yahay 9 buu joogay. Hún borgaði tilbaka lánið og þá heldur sá peningur áfram til annara kvenna sem fá lán. Þegar maður spyr hana og hvað gerum við peningin? Ég nota hann fyrir börnin þannig að þau fái allt sem þau þurfa sambandi við skólan og föt og mat og það nú rannsóknir hafa sýnt það að konurnar þegar þær fá tækifæri og þær hafa peninga þá nota þær það fyrir börnin, fyrir samfélagi. Þetta var mjög skemmtilegt. Þetta var mjög gaman. Þetta var miklu auðveldara en ég hélt og já, það var engin heima. Keflavíkurkirkja hefur yfirleitt náð sem rétt rúmum 300.000. Þannig að ég vona að við náum því marki. Það svona sirka fyrir einum brunni. Þá aldrei einhver einföld lausn á vandamálinu. Eins og til dæmis það sem skortir vatn. Þá svo margt annað sem skortir. Verkefni okkar í Djidjiga gott dæmi hvernig við störfum. Hvernig við störfum í raun og veru í öllu starfi, bæði erlendis og á Íslandi. Að nálgast fólk þar sem það og sinna þörfum þess á heildrænan hátt til þess að saman, allir verkþættir saman skili góðum árangri. Svo ótrúlega upplifun að keyra í öllum þessum hita og sjá fólk vera að labba langa leið og koma þá að brunni sem merktur hjálparstarfi kirkjunnar á Íslandi. Aðalatriðið alltaf að útvega hreint drykkjarvatn.
En leið þá erum við að hjálpa fólkinu að fá betri næringu með því að fá betri kott til að rækta, bæta heilsu búfénaðarins og svo erum við líka að stuðla því að það verði meiri jafnrétti, þá fer lífið hér af stað. Þess vegna höfum við það svona fjölþætt verkefni. Mér langar að undirstrika hvað einn fermingahópur getur skilað miklu. Hann getur kannski safnað fyrir einum brunni og ég sé það sjálfur að þessi brunnur hann bjargar mannslífum. Það eru börn sem að hafa fengið óhreint vatn og fengið allt og lítið vatni sem hafa dáið vegna þess að það er of langt að sækja vatn. Þegar brunnurinn er kominn, þá er gott vatn bara í næsta nágrenni. Og þannig bjargar hreinlega einn brunnur sem að einn fermingahópur safnar, hann bjargar mannslífum.